Í kafla 126 þá mætast Flosi og þeir á Þríhyrningshálsum við fjallið Þríhyrnings og allir mæta þangað sem hefðu lofað að koma nema Ingjaldur og Kjaldum bróðir Hróðnýjar og þeir ætla aldrei að gjalda honum það síðar. Í kafla 127 þá fara Helgi og Grímur Njálssynir frá Bergþórshvoli og þeir frétta þeir eru farnir á leiðinni af 15 vopnuðum mönnum, til dæmis Sigfússonum og fleiri mönnum og þeir vitu auðvitað strax að þarna er kominn Flosi og þeir og það eru vandræði í uppsiglingu þannig að þeir ákveða að drífa sig aftur heim til að standa við hlið Skarphéðins bróður síns. Það eru þarna 4 fyrirboðar sem birtast. Það er þarna gamla konan og arfasátan í kafla 124 og svo í kafla 125 þá er þarna einhver maður í nágrenninu sem að sér sýn sem að boðar brennu, mikla brennu og illtíðindi og síðan í einmitt kafla 127 þá segist Bergþóra við heimilisfólk sitt vera að bera fram síðustu kvöldmáltíðina sem hún muni nokkuð tíma að bera þarna fram og hún leyfir fólki að velja sér mat þar sem það vill borða og hún segir jafnframt að ef að Grímur og Helgi komi heim sama kvöldi því að þeir ætluðu ekkert að koma heim kvöldið heldur verið yfir nótt, þá muni svo fara annað sem ég segi. Svo 4. fyrirboðin að Njáli sýnist veggirnir á göflum hússins vera brostnir og að það sé blóð yfir öllum matnum á borðunum. Og svo koma Grímur og Helgi heim og öllum breiður út í brún og vegna þess að Bergþóra hafði sagt að annað muni fram koma sem hún segði ef þeir myndi koma það óvænt. Í kafla 128 þá koma Flosi þeir að Bergþórshvoli. Njáll og Njálssynir og Kári þeir eru allir þarna fyrir utan en Njáll vill að þeir gangi allir inn og þeir séu öruggari þar eins og Gunnar á Hlíðarenda var þegar hann var veginn. Þá gekk honum mjög vel að verja sig innan úr húsinu en hann var auðvitað einn á móti mörgum og að lokum tapaðan. Þannig að Njáll vill að þeir séu inni frekar af því að húsin eru sterk byggð á Bergþórshvoli og svoleiðis og þeir séu margir menn saman. En Skarphéðinn segir hana að það sé ekkert hægt að bera þetta saman eins og þegar Gunnar var veginn af því að það voru höfðingjar sem fóru að honum en þessir menn sem séu komnir hér, þeir munu ekki hika við að sækja þeim með eldi og brenna húsin að þetta séu lítilmenni. Skarphéðinn, hann líst ekki á ráð föður síns og vill vera áfram fyrir utan en hann samþykkir þó að lokum að fara inn og fylgja föður sínum og segist ekki óttast dauðan. Kári og Skarphéðinn, þeir lofa okkur með að hefna hins ef svo ber undir og Njálssynir og Kári þeir drepa og særa menn úr liði Flosað innan en Flosi þeir ná eiginlega ekkert að gera annað en að loka þetta inni og koma við frá þeir komist út. Og Flosi sér þarna lokum að það er í rauninni bara 2 kostir í stöðinni, hvorugur góður, annar er sá að fara í burtu og það muni þá verða þeirra bani því að Njálssynir munu þetta fara eftir þeim og drepa á en hinn sé að bera eld að húsunum og brenna þá inni. Og þetta þykir Flosa slæmur kostur. Þetta eru þeir kristnir menn og þetta er mikið níðingsverk en þetta er af tvennu illu þá velur hann þetta. En það gengur mjög illa hjá þeim að kveiki í. Skarphéðinn gerir grín að þeim og spyr hvort þeir ætla að fara að elda þarna. Og konurnar þær sem eru inni þær bera þarna sýru að eldinum til að slökkva en þá dettur Flosa í hug að kveikja í arfasátunni sem einmitt Sæunn gamla hafði varað við. Þannig að nú er fyrsti fyrirboðinn í raun að rætast og þeir nota arfarsátuna til að kveiki í henni og hendinni hann á þakið á bænum og allt byrjar að brenna. Njáll kallar þá út og spyr hvort þeir vilji nokkra sættir taka en Flosi hann neitar því en hann leyfir konum, börnum og húsköllum að ganga út. Og Þórhalla Ásgrímsdóttir sem er kona Helga hún fer út og Þorgerður og Helga Njálsdætur líka og Helgi Njálsson hann dulbist sem kona og fer út líka en það kemst upp hann og Flosi heggur á honum hausinn. Svo býður Flosi Njáli og Bergþóru að ganga út af því að honum finnst í rauninni að þau ekkert skilja að brenna hann inni, þau hafa ekkert gert. En Njáll hann afþakkar og segir, eigi vil ég útganga því ég er gamall maður og lítilbúin að hefna sona minna, en ég vil eigi lifa við þá skömm. Og Bergþóra hún afþakkar líka og segir, ég var unggefin Njáli og hef ég heitið honum að eitt skildi ganga yfir okkur bæði. Þau vilja senda Þórð Kárason sem er sonur Kára Sölmundarsonar og Helgu Njálsdóttur út en hann segist ekki vilja skiljast við ömmu sínu, vill frekar deyja með þeim Njáli. Svo breiðir bryti Njáls yfir þau uxahúð þannig að Þórður liggur þannig á milli Njáls og Bergþóru. Skarphéðinn og Grímur og Kári þeir berjast áfram heitulega, Kári hvetur Skarphéðinn til að stökkva í burtu með sér en Skarphéðinn vill að Kári fari á undan þannig að Kári hann kemst ósíður í burtu og hann muni mitt hefna brennunar. Skarphéðinn ætlar að stökkva líka en þá brestur þakið undan honum þarna bitinn þannig að hann kemst ekki. Og Gunnar Lambason, einn af brennumönnunum, hann spyr hvort hann gráti og þetta skömm í því fyrir þessum mönnum þarna en Skarphéðinn svarar, eigir það en hitt er satt að súrnar í augunum. Svo veður Skarphéðinn áfram eldinn, Grímur bróðir hans hann fellur dauður niður en þeir
Brennumennirnir fyrir utan eru lengi alveg óvissir það hvort að Skarphéðinn sé dáinn eða ekki. Það heyrist meira að segja kveðin vísa innan úr eldinum og það er mögulega Skarphéðinn. Svo frétta Flosi og þeir að Kári hefur komist undan. Það kemur þarna að einhver aðkomumaður og spyr frétta hvað hann vil að gerast og hann hafði hitt Kára. Já, Flosi veitir að hann hefur heyrt að ferðum Kára og Kári hefur sloppið lifandi úr brennunni að það muni margt illt af þessu hljótast, þannig að brennumennirnir þeir fara allir saman og fela sig í þríhyrningshálsum. Nú í kafla 131 þar er brennumannanna leitað. Kári hann fer strax til Marðar Valgarðssonar og biður hann að hjálpa sér. Svo slæst Ingjaldur á Keldum í hópinn og hann fer með Kára til Hjalta Skeggjasonar og það safnast þarna saman lið sem vill hefna þessa hrikalega níðingsverks brennunnar á Bergþórshvoli. Mörður segir að brennumenn þeir hljóta endanum að fara heim til sín og vitja búa sinna og kvenna sinna og þess vegna skulu þeir bíða en að fara ekki beint til búa þeirra núna og taka þau upp. En Flosi og þeir, brennumennirnir, þeir eru upp í þríhyrningshálsum og fela sig þar og fylgjast með og sjá þetta og grunar þessi ráðagerð Marðar. Þannig að Flosi biður sína menn að fara ekki heim til sín heldur halda leiði og fara heim til Svínafells með Flosa, þar sem hann býr. Kári og Hjalti Skeggjason þeir fara að Bergþórshvoli og finna þarna líkin. Njáll og Bergþóra og barnabarnið Þórður, sonur Kára, þau eru öll óbrunnin undir uxahúðinni og þetta er með svona píslavættislegu dauði, Njáll er bjartur og friðsæll á svipinn. Svo finnst lík Skarphéðins á sama stað og vísan heyrðist kveðin á brennunni og það eru brunnir fæturnir á honum upp að hnjám en annað er óbrunnið. Og það er hrikaleg lýsing þarna í kaflanum þar sem að gefur til kynna mjög kvalafullan dauðdaga hans Skarphéðins en hetjuleg engu að síður. Hann barðist allt til enda, hann er með öxina á lofti, augun eru opin og það er brenndur kross á líkama hans sem hann gerir líklega sjálfur út af svona ákveðin tákn svona iðrunar og kannski syndaaflausnar fyrir Skarphéðin og það sem hann hefur gert. En það er ákveðið að láta Mörð Valgarðsson sækja þetta mál því að hann skuli með því bæta það sem hann hefði oft gert og leitt til ills fram að þessu í sögunni. Svo í kafla 133 þá dreymir Flosa draum sem þið lesið þarna í kaflanum og hann lætur Ketil og Mörk ráða fyrir sig þennan draum og hann ræður hann þannig að mennirnir sem birtast í draumnum sem eru þarna brennumenn muni verða drepnir. En þið sjáuð allt það í næstu kaflum og ég hef ekki lengri bili. Takk fyrir að hlusta.